Jana Berglind, Laugavegur enn og aftur. Laugavegur enn og aftur. Hvað segirðu, númer hvað þessi? Herru, þetta er fjórði sem ég mæti. Ég er búin að vera þetta rosalega oft skráð og ekki mætt, en út af hinn og þessu sko. Já. En ég hljóp sko 18, 19 og 20, svo er ég að koma núna í fyrsta skipti í 5 ár. Já, segðu mér hérna, ég er nú búin að spyrja nokkar aðeins en hvað er með þessa Laugavegs áráttu sem að held ykkur fólk? Sko, það var, þegar ég fór fyrst, þá bara var, þetta er eitthvað einstakt, sko. Þá hugsaði ég bara, nú væri ég að koma alltaf, sko. Og kom hérna 3 ár í röð. Svo slasaði ég mig hérna 21, þannig að þess vegna komst ég nú ekki. Og er þess vegna ekki búin að koma. Þetta er mikið bras, þetta er ferðalag og það er að hossast hérna inn í landmannalaugar og svona, sem hentar svona lúnum haus, ekkert sérstaklega vel. En þetta er samt eitthvað einstakt við þetta. Leiðin geggjuð, ákveðin stemning, þetta er svona stór, mikil fyrirferð í þessu, í bara hlaupa samfélaginu yfir höfuð. Þannig að það var ákveðið að láta slag standa og mæta allavega núna. Hvað ertu með einhver markmið, tímamarkmið? Sko, það er nú allnokkrir búin að setja það eiginlega hálfpartinn fyrir mig. En að vera allavega sem næst 5 tímanum. Ég á 5:05:50 eitthvað síðan þarna fyrir 5 árum. Já, að vera í betra standi, en svo veit maður aldrei með aðstæður og heilsufarið er þetta ekki jafn gott eins og var þá. Nei. Þannig að þetta kemur bara ljós, en það þarf alltaf að ganga upp til þess að slefa undir 5, sko. Undirbúningur gengið vel? Já, hann hefur alveg gert það, sko. Ég fór maraþon í mars og var þetta svona alveg svolítið lengi að jafna mig eftir það, en annars er bara undirbúningur búinn að vera fínn, sko. Ok, frábært. Áttu eitthvað gott ráð fyrir þá sem hafa áhuga að fara á Laugaveginn? Eitthvað hollaráð? Heyrðu, það er held ég bara að láta vaða og láta drauminn rætast, sko. Auðvitað atriði að æfa almennilega fyrir þetta því að þú vilt ekki vera bara úrvinda einhvers staðar upp á hálendi, en þetta er ótrúlega leið sem að bara allir eiga að fara eða eiga nokkuð kost á því. Frábært, takk fyrir það. Takk fyrir.